Þá það öldrunarheimili Akureyrarbæjar, dagþjálfun, Sigríður Huld, bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér 5. liður í fundargerð velferðarráðs frá 15. nóvember síðastliðnum, þar sem að kynntar voru breytingar og reglur dagþjónustu fyrir aldraða og þessar reglur eru hér þær eru sem sagt samþykktar í velferðarráði og við vísað hingað til okkar. Helstu breytingar sem þarna að ræða að það annars vegar verið að setja inn bara breytingar vegna orðalagsbreytinga vegna af deild yfir í svið og annað slíkt. Eins það sem nýtt inn í þessu það að það verið að tala rými fyrir þá sem eru 67 ára og eldri og hins vegar líka sértæk rými fyrir einstaklinga með greindan heilabilunarsjúkdóm, þannig að aldur sé ekki alltaf eina skilgreiningin. Eins nýtt inn í reglunum það að það farið fram á endurmat hjá þeim sem hafa farið í mat og eru í dagþjálfun að það gert endurmat eftir 3 til 6 mánuði aftur. En annars þetta hefðbundnar breytingar, orðalagsbreytingar. Takk fyrir. Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúa Sigríður Huld fyrir þessa kynningu, en mig langar til að varpa fram einni spurningu varðandi þessar breytingar, og hún sú að í 1. grein þar sem kemur fram markmið og markhópur, það felld út setning sem svo: hægt að sækja undan þá umsækjendur undir 67 ára aldri eða íbúi í nágranna sveitarfélagi og gild rök eru fyrir hendi. Nú verið sem að það sé semst komið í stað þess að sækja undan þá tiltekið að ef þú ert yngri en 67 ára þá getur þú fengið inn í dagþjálfun aldraðra ef þú ert með heilabilun. Hins vegar spurningin af hverju þetta með nágrannasveitarfélögin eru tekin út. Það eitthvað sem hefur bara hreinlega ekki verið virt í þessum reglum eða þessari þjónustu, eða hver rökin, bara rétt svona til að heyra þau. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld að beða orðið. Já, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara hef ekki svarið við þessari spurningu, því miður, af hverju þetta hefur farið út. Þannig að það væntanlega fyrst að þetta farið út, þá hefur þetta ekki verið virt, en eins og segi, ég bara þekki það ekki af hverju setningin breytist að nágrannasveitarfélögin farin út. Takk. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þetta liggi bara í augum uppi vegna þess að fyrir framan talað að í rauninni þetta snýr það að það teki út að þetta sem sagt ætlað fyrir 67 ára og eldri. Það núna komið inn annars vegar almenn rými og hins vegar sérstæk rými ætluð einstaklingum með greinda heilabilunarsjúkdóma. Í rauninni þá ekki búið í rauninni að taka tillit til þess með Eyjafjarðarsveit, með þessu orðalagi. Að því svo fellur niður hægt að sækja undanþágu umsækjendur undir 67 ára aldri og íbúi í nágrannasveitarfélagi. Það ekki, þegar þú ert heilabilur undir 67 ára aldri, þá áttu rétt þarna inn og kemur fram að Eyjafjarðarsveit sé þetta með 1 rými. Mér datt í huga að það var umræðan, en kannski erum við bara á villigötum, við þurftum að hafa einhvern úr velferðarráðinu til að svara þessari spurningu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til bæjarfulltrúi til máls bæjarfulltrúi Edvard Hæbens.
Ágæti forseti og kæru bæjarfulltrúar, ég þakka Guðmundi Baldrini bæjarfulltrúa tilraun til skýringar hérna, en ég held að þetta sé tilraun því miður vegna þess að setningin undan segir dagþjálfun er ætluð öldruðum sem eiga lögheimili á Akureyri og búa í heimahúsum. Þar með það afgreitt málað, þetta þeim sem þetta ætlað og því miður að þá held ég að við getum ekki fellt þá undir greindan heilabilunarssjúkdóm að auki sko. Þannig að þetta hljómar kannski allt afkárulega. Ég að sér hættur að við verðum að fá einhverja skýringar á þessu vegna þess að í þessu felst auðvitað stefnubreiting gagnvart nágrannasveitarfélögunum, þar að segja við erum þá ekki að fara að veita þeim þessa þjónustu, hvort sem gegn gjaldi eða ekki, og hvort sem þó gjaldið nægjanlegt eða ekki, það þó umræða sem mögulegt að fara fram. En þetta töluverð stefnubreiting í þessu niðurfellingu þarna, allavega gagnvart samskiptum okkar nágrannasveitarfélög, þannig að kannski nú rétt að við fáum skýringar á þessu áður en við förum nú að samþykkja eða fella eitthvað svona ámika. Ég legg allavega til þá að við fáum skýringar frá velferðarráði áður en lengra er haldið og málinu sé frestað. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur lokið máli sínu og fyrir okkur liggur tillaga að fresta málinu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun. Það liggur fyrir atkvæðagreiðslu frestun sem geta samþykkt það eins og þess gefið merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum að fresta málinu og vísa því aftur til velferðarráðs.